Heil og sæl og velkomin í að vestan og gleðilegt sumar. Við erum stödd í Haukadal en hér voru haldnar alveg rosalegar útihátíðir hérna bara á öldum áður, 1500, 1600 og eitthvað. Svo kölluð Jörfagleði á bænum Jörfa sem hérna bak við mig. Dalamenn halda þessari hátíð enn á lofti og fögnuðu núna á sumardagi fyrsta og dagana í kring með rosa hátíð. Við kíktum við þar, það og meira í þættinum í kvöld. Blærinn í laufi. Að vestan skellti sér á Jörfagleði í Búðardal, aldagamla hátíð sem á sér merka sögu. Það er nefnilega ekkert nýtt að útihátíðir geti farið úr böndunum. Ég ætla að giska á gleðin sé jafn mikil á henni nýju Jörfagleði og þeirri eldri, en með ólíkum hætti þó. Nú skemmta allar kynslóðir Dalamanna sér saman yfir margvíslegri menningu og mannlífi. Það má segja að Jörfagleðin svo nýja sem við höldum í dag og höfum haldið síðan 1977, hún dregur nafn sitt af gleði sem var haldin á Jörfa í Haukadal. Og þessar hátíðir voru á 16. og 17. öld, voru gríðarlega stórar. Þetta voru eiginlega algjörar útihátíðir eins og við þekkjum bara á Íslandi í dag. Og það var svo margt fólk hérna sem vildi koma því að þær voru ekki víða svona hátíðir á landinu á þeim tíma. Og það hvað svo ramda af, kaupafólk lét setja í samninga sína að það mætti fara að Jörfa. Já, það? Það sem réð sig ekki nema það hefði leyfi til að fara. Já. Þannig að þetta hefur verið mjög vinsælt. Það er örugglega svolítið eins og í dag alveg, hérna, þegar unglingar eru ráðið sér í sumarvinnu og að komast til Eyja eða eitthvað. Já, þetta er á sér slíða vinnuna út frá því, já, nákvæmlega. En þessar hátíðir fóru böndunum eins og kannski aðrar hátíðir hafa gert. Og þarna var örugglega mikil drykkja og mikil lauslæti. Því það er allavega sagt að á einni af síðustu hátíðunum það hafi komið 19 lausalegsbörn undir. Sama árið? Já, hafi komið undir á þessari hátíð, það er sagt. Okay. Svo sem veit ekki hvað eru nákvæmar heimildir fyrir því. En 1695, ef ég man rétt, þá er sem sagt lagt bann við þessari hátíð. En það hélt nú ekki og hún hélt áfram. Og það var ekki fyrir Jón Magnússon sýslumaður aflaði hana með dómi 1707 sem hún aflaðist fyrir rest. Já, alveg. Það er bara sett lögbann á þessa hátíð? Já, ef ég skildi rétt, þá var það bara nákvæmlega þannig. Jörfi er bara sveitabæri eða ekki? Eða hvaða starfsemi var þar? Akkur byrjaði hátíðin þar? Veistu hvaðan sú hugmynd var komin hana? Þetta var örugglega bara stórbíl á þeim tíma og hérna, ég veit ekki nákvæmlega hvernig stóð á því þetta var þarna. Hvort ábúendunum voru svona miklu gleðimenn eða hvað það var. En allavega þarna var hún, þessi gríðarlega stóra hátíð á hverju ári, hverju sumri. En svo hátíð sem við erum hins vegar höldum núna annað hvert ár og höfum gert síðan 1977. Þetta er menningar- og listahátíð. Við höldum þetta alltaf í kringu sumardaginn fyrsta, eða þá helgina, hverju ári. Það eru menningarviðburðir, það eru leikrit, söngskemmtanir, það er hérna íþróttamót og listsýningar og ýmislegt í heimdúr. Við kíktum aðeins á skátana áðan, þeir voru að poppa yfir opnum eld. Já. Svo eru verið að þæfa, verið að hnýta. Já. Spurningakeppni hérna, rosa stóri þegar ekki? Spurningakeppni í kvöld, jú. Og hún er svolítið, hérna, það er svolítið stórt, eða ekki? Þetta er fyrirtækin hérna á svæðinu. Fyrirtæki og stofnanir taka þátt og taka svo alvarlega? Já, mjög. Hvað finnst þér skemmtilegast? Mér finnst það skemmtilegast þegar það er svona eins og spurningakeppnin, hún verður í kvöld. Þá eru lið eins og vinnustaðir gera lið og alls konar svona stefnilega bara vinahópur og þau eru með spurningakeppni og svo er svona bikar. Það er rosalega gaman að horfa því maður veit aldrei hvernig spurningar eða neitt. Svo er hérna svona spurningkeppni líka hver er maðurinn, þar sem eru myndir af heimamönnum sem börn, þar sem er að giska hver þetta er. Og svo er eitthvað sem maður fekk flest rétt og það er titilinn sem eitthvað svona besti giskarinn eða eitthvað. Glöggasti hérna barnagiskarinn. Eitthvað svoleiðis. Þetta er mjög erfitt. Það verður rosalega gaman. Hvað eru þið skátarnir að gera núna á Jörfagleðinni? Við verum alls konar svona eins og verðum með leiki fyrir litlkrakkana. Svo núna vorum við meira svona að kynna hvað við erum búin að vera að gera og við vorum að byrja að kenna þæfingu og hnúta. Skátarhreyfingin í Búðardal er mjög virk. Mjög svo. Við förum á flestöll mót sem við veitum af og svo förum við utanlandsferðir hver einasta sumri. Það sagði mér eitthvað að þetta væri stærsta skátafélag á landinu með Höfðatölu. Já, það er búið að vera það mjög lengi, sko. Alveg síðan ég byrjaði, það hefur verið þekkt sem stærsta skátafélagi við Höfðatölu. Þetta hefur ekki farið úr böndunum ennþá núna í nýju lífi? Nei, þetta hefur bara farið mjög vel fram. En eru börn að fæðast frekar í janúar þá?
Nei, Er eitthvað mikið barneignir í janúar? Nei, ég held að það sé ekkert. Það verður ekkert fjölga barneignum með það. En það var hins vegar sko, mjög gott ef það gerði það því okkur vantar fólk. Já, þannig að það þyrfti aðeins kannski Já. Við förum kannski ekki alla leiðin, en allavega væri það bara ágætt sko. Pinky, pinky, bala,